Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Ég er með áhugaverðan gest í dag, það er hún Erna Ýr Öldudóttir. Ertu ekki fyrirverandi fjölmiðlakona, Erna Ýr? Jú, jú, það er rétt. Svo þú ert svona pælari á margan hátt. Já, ég hef eiginlega alla ævi verið svolítið svona nörd, sko, alveg frá því ég var krakki. Ef ég fæ áhuga á einhverju, þá kemst ekkert annað að hjá mér, sko. Ok, Það er það svolítið er nú þannig. skemmtilegt út af fyrir sig. Já, já, En já, við, það getur verið. við erum eiginlega svona að hittast núna út af því að ég sá svo áhugaverða grein frá þér á Facebook hann Píþas. Já, sem sagt Píþeas frá Massalíu. Ég hef séð þetta áður. Ég hef svo sem ekki verið að veita í einhverja sérstaka athygli út af því að einhvern veginn hefur maður alltaf innst inni vitað að landnámið hófst ekkert með landnámi Ingólfs Arnarsonar. Það bara getur ekki hafa verið þannig. En svona, já, ég fór eiginlega að skoða þetta af því að svona í framhaldinu af því að ég fór að skoða eða svona fekk áhuga á fimbulvetri svo kallum úr góðsögunum sem að reyndist síðan vera í raun sko svona atburður eða sem sagt atburður sem að olli eða sem sagt það urðu mikla loftslagsbreytingar líklega í kjölfar hamfara eldgoss. Þá hér á landi eða? Sko, ég er nefnilega verið að hugsa það. Nei, það er ekki víst að það hafi verið hér á landi, en það er ýmislegt sem að bendir til þess að allavega þú veist, það er ýmislegt sem bendir til þess að eyjan Krakatá hafi sprungið í loftu árið 535 Já, og með bara mjög miklum látum. Þetta er náttúrulega mjög hættulegt og virkt eldfjall. En svo er náttúrulega risið aftur úr sæ af því að það er alltaf einhver virkni þarna og alltaf eitthvað hraunrennsli, sko. En já, það eru vísbendingar að hún hafi sprungið í loftu upp og þeytt milljónum tonna af ryki upp í himinhvolfin, svona fíngerðu ryki sem að hafi valdið svokölluðum fimbulvetri eða sem er vetur sem að varaði í mörg ár á norðurhveli jarðar og já, og menn eru svona byrjar að hallast á það að fimbulvetur hafi verið ekki bara góðsögn, heldur hafi gerst í raun og veru og þá getur maður rétt ímynda sér sko hvaða áhrif svona nokkuð svona kjarnorku vetur hafi haft hérna á Íslandi og þá fór já. ég að velta því fyrir mér svona, já ég menna auðvitað hlýtur að hafa verið fólk hérna á Íslandi en þegar að fimbulvetur verður og í rauninni sko það er talað að þessi stóri atburður, þetta stóra eldgos hafi orðið 535 en svo er talað að önnur mjög öflug eldgos hafi orðið í framhaldinu árið 540 og 547 og annað eða bæði þessara eldgosa gætu mjög vel hafa verið vel verið að það hafi verið á Íslandi til dæmis menn eru svona eitthvað að reyna að geta sér að það gos hafi eldgjá svo kvöldu hafi myndast í því gosi og svo er rætt fjall sem er í Mið-Ameríku þannig að man ekki hvort það var í El Salvador eða einhvers staðar Já, þannig að eldfjöld þar, já. já og sem sagt fyrst verður þetta mikla hamfaragos og síðan í framhaldinu verða tvö önnur stór gos og annað eða bæði gætu mjög vel hafa verið á Íslandi þannig að ég er svona að velta því fyrir mér hvort að hér hafi kannski verið byggð og bara nokkuð stór byggð en
svo verður þarna í fyrsta lagi þetta hamfaragos sem veldur kjarnorkuvitri og svo mögulega stórt gos hérna á Íslandi líka í framhaldinu og það er sem sagt talað það að sko fimbulvetur varaði í 18 mánuði suður á Sikiley í 2 ár á Írlandi og Bretlandi en 3 ár í Skandinavíu og það er bara því að þessi svæði eru norðarar og eru kaldari og sólar minni og hérna og þannig að ég fór að skoða þetta og þetta er svolítið spennandi að skoða þetta að því að það verða þarna tímamörk sem að sko fornöld lýkur og tala að hinnar myrku miðaldir hefjist og auðvitað eru þær kallaðar myrkar miðaldir af því að sólin og tunglið skínu ekki í 3 ár, skilur við, eða 2-3 ár. Já. Og í framhaldinu þá er eins og sko, já, svona fræðimenn og fornleifafræðingar og sagnfræðingar, þeir finna rosalega, já, kötturinn hérna, svo athyglisjúkur, já, en hérna, já, en fornleifafræðingarnir að þeir finna rosalega lítið af sem sagt munum og hérna það er lítið byggt og lítið að vera bara næstu 200 árin. Og hérna og það kannski draga þessar aldir sem sagt heiti sitt myrkar miðaldir eða myrkualdirnar af bæði af því hvernig þær hefjast og líka hvað gerist í framhaldinu. Það er sem sagt fyrst verður þetta myrkur og kuldi og uppskerubrestur og menn og dýr deyja og þá kemur svartidauði sem er kölluð plága Justiniusar páfa og það sem sagt talið að meira en helmingur Evrópubúa hafi farist bara á þessum tíma og að sjálfsögðu. Á hvað tíma ertu þá að tala 500? Já, þá ég að tala þú veist, eftir 535 bara næstu kannski 20 árin eru bara hræðileg í Evrópu. Það bara kalt, það ekki til að borða, það kemur plága og af því að Evrópa veikist svona mikið að þá koma barbarar þjóðflokkar úr austri og annars staðar frá og ráðast á þá sem þessar fáu hræður sem eru eftir og hérna þannig að ég fór að hugsa bara, þú veist, ef þetta hefur verið hræðilegt í Evrópu þá getur maður rétt ímynda sér hvernig þetta hefur verið hérna upp á Íslandi. Hér nú sólarlítið og skítakuldi oftast og í ofanalag þá kemur mögulega plágan hingað líka og svo eldgos þannig að já þannig að Ertu þá að meina sú byggð sem var komin hingað og hefur verið kannski 300? Já og þá fór ég að skoða sem sagt þá fór ég að skoða Píþeas frá Marsalaborg. Já. Og hann, ef það eitthvað að marka það sem hann að gera og láta hafa eftir sér og ef hann kom í raun og veru til Þýli eða Þúle eða að þá eða Túli eins og menn hafa kallað það líka, já. Já, þetta TH þannig að svona, mig grunar að það geti að verið borið fram Þúli án þess að ég hafi hugmyndið það en allavega þá fór ég svona spá í sko, það eins og hann hafi stoppað á samkvæmt þessu korti sem gert eftir frásögnum að þá eins og hann hafi stoppað á Austfjörðum. Já, einmitt. Hér kortið. Já, og það eins og hann hafi stoppað á Austfjörðum og ef að fólk hefur búið á Austfjörðum, ef að fólk hefur látið sig hafa það að búa á Annesjum og Austfirðir eru ekki þægilegasti staðurinn til þess að búa á. Þarna er sólarlítið og hvasst og kalt oft, sko, þó að geti verið mjög hlýtt stundum á sumrin í einhverja örfáa daga, að þá þetta ekkert besti staðurinn til að búa á. Og ef að menn hafa látið sig hafa það að búa á Austfjörðum, að þá hefur landið verið í byggð. Ég meina að því að sko, fólk ekki að búa á Annesjum nema aðrar jarðir séu
fráteknar og einhver búi þar nú þegar, skilju. Já, Þannig að það er ég svona fór að, nokkurn veginn rökrétt, sko. já, þú veist, þannig ég fór að velta því fyrir mér og, og það var nú svona pælingi með þessu, sko, að bara hér hafa ekki verið einhverjar örfáar manneskjur, hérna, ef að það hefur verið byggð á Austfjörðum. Þetta er mjög líklegt og hérna, og það er svo merkilegt sko að því að núna þegar við vorum upptakan stóð fyrir höndum að þá rakst ég á post hjá hann Pétri Axelsinni Já, í dag einmitt á Facebook þar sem hann er að tala hvað heitir maðurinn, ég skrifaði það hérna niður, hann er að tala mann sem að hét Joachim M. Eggertsson. já, ég, sem sagt, Kallaði já, skuggi, eða kallaði sig skugga. já, hann, hérna, já, ég er búin að lesa þetta líka, ég sendi honum þetta reyndar, Já, en hann benti mér á móti á, sem sagt, að vinur hans sem að heitir Guðjón Reynberg, minn mig, að hann hafði eitthvað verið að skrifa þetta fyrir margt löngu síðan, já, hvort að þeir hafi verið að fjalla þetta á einhvern hátt í einhverjum af þáttunum hans Axels eða eitthvað svo leiðist. Þannig að já, hann er örugglega kannski bara að rifja þetta upp og í rauninni sko, ég er ekkert að finna upp hjólið, skilur, það er greinilega fullt af fólki sem hefur verið að skoða þetta mjög lengi já. og ég er bara einhvern veginn að fá áhuga á þessu núna og er kannski bara að lýsa eftir einhverjum öðrum sem hafa líka áhuga á þessu með því að setja þetta á fésbókaveggi minn. Já, það er náttúrulega, hérna, ég hef áhuga á þessu, þannig að mér þykir saga alltaf sérlega spennandi og það er náttúrulega verið að tala það að við séum að fá meiri upplýsingar á þessum tímum núna það, sögun okkar og bakgrunnin okkar og þess vegna eðlilegt að maður sé forvitin ok, gæti verið einhver hefði búið hér á landi frá, hann kemur til Íslands, hann Píþeas 325 fyrir Kristburð, nei, fyrir Kristburð. Já, hann kemur fyrir Kristburð. Ok, og líklega sittinga. Finnst þetta ekki meiri háttar? Jú, þetta er meiri háttar. Það var eitthvað það að það hefði fundist einhver tíma rómanskur peningur í einhverjum uppgreiðslu. Mig minnir það. Ég hef svo sem ekki leitað að heimildinni en að það hefði einhvers staðar hafi komið fram hjá RÚV eða einhvers staðar að það fundust rómverskar myndir frá 1. og 2. öld eftir Krist einhvers staðar á Austfjörðum og já, ég er bara eins og ég segi, þú veist, ég er bara svona einhver amatör sem er eitthvað að reyna að fikra mig áfram í þessu og finnst það bara gaman, þú veist. Já, það byrjar oft svo leiðis, en hver var þessi Píþeas? Já, hann var Grikki og hann var sem sagt stjörnufræðingur, landkönnuður og kortagerðamaður sem að hélt af stað til þess að rannsaka þoku eyjarnar í vestri eða norðvestrinu sem að voru náttúrulega kannski Bretlandseyjar en Rómverjum fannst Bretlandseyjar dularfullar, þannig að bjuggu einhverjir samkvæmt þeim, einhverjir villimenn einhverjir blámálaðir villimenn og þarna var alltaf þoka. Já, er ekki verið að vísa í pjettana með þessu blámálið eða hvað? Eða einhverja aðra en eldri? Sko, ég er bara ekki viss, það hefði kannski verið gott að hafa einhvern svona sagnfræðing með í settinu en allavega þá er haft eftir Píþeas að hann hafi rekist á blámálaða menn í Bretlandi og sem bjuggu í svona einhverjum strákofum og síðan og þá þarf maður að hugsa sem sagt Pikt
eða piktar eða þú veist eins og þeir eru nefndir hinir svokallu villimenn sem að Hadrian Rómar keisari lét reisa hérna Hadrian vegginn sem sagt Hadrian keisari lét reisa mikinn vegg, ekki eins mikinn og Kínamúrinn en samt hérna vegg til að halda sko skrælingjónum í burtu vegna þess að piktar sem að eru kallaði skotar í dag, þeir voru alltaf að ráðast á Rómverjana úr norðrinu. Já. Þannig að maður getur rétt ímynda sér að kannski hafi Rómverjar komið og hérna frumbyggjarnir hafi svona fært sig norður og jafnvel vestur sko og meðan þeir komu sér þarna fyrir og já, en allavega Pýþías talar blámálaða menn og svo seinna eru Rómverjar að tala einhverja blámálaða skrælingja í norðrinu sem að hérna eru sem sagt, eða skotar eru afkomendur þessa fólks væntanlega í dag og maður sá kvikmyndina Braveheart með Mel Gibson, hann var nú allir svona blámálaður. Já, hann var það svo sannarlega sko, þeir voru allir málaðir og það var partur, ef maður horfir bara til eins og indjánana, partur af málininni er að vera að virka ógnvænlegur. Já, eða þú veist, ég hef bara ekki skoðað, ég veit ekki hvaða þýðingu þetta hefur haft fyrir þetta fólk. Ég var aðeins að reyna að skoða sko hvað varðum piktana og eitthvað svona og það er rosa lítið til af heimildum það, þú veist, hvernig þeir voru og hverjir þeir voru og annað, en sko þeir voru sem sagt svolítið svona illskeittir og erfiðir að eiga við fyrir hérna sem sagt hinnar menningarþjóð hérna Rómverja og svo voru þeir sjóræningjar. Já, var það? Já. Þeir voru mikli sjóræningjar og Skotar voru lengi og eftir sjóræningjar og við sjáum það þegar að Ólöf Ríka Loftsdóttir frá Skarði og maðurinn hennar, þau eru tekin og skipið þeirra tekið af skoskum sjóræningjum. Já, það bara í sögunni af þeim. Ég meina Skarðverjar, þetta var einhver ríkasta og valdamesta ætt landsins og létu skrifa fullt af bókum og í gamla daga það kostaði ekkert mikla peninga og fyrirhöfn að láta skrifa bækur en þau gerðu það, þau voru svo efnuð. Sem sagt Skarðverjarnir. Já. Það var áhuga minn líka sko. Já, ertu að tala Skarð þá hvar? Skarð í Dalasýslu. Já, og þá erum við bara, við séum að tala sama stað sko. Já. Og hérna, en það er hérna, ég myndi ekki eftir þessu, en sko, þannig að Skotarnir hafa kannski bara haldið áfram að gera hluti sem víkingarnir gerðu áður eða hvað, eða voru þeir bara sjóræningjar almennt? Sko, þeir stunduðu sjórán. Já. Þeir lifðu á þessu að hluta. Já. Kannski, ég veit ekki, svipað og sómalar gera núna. Já, mér var einmitt í Rauðahafinu, ég veit það ekki. En allavega þetta var svona ein leið til þess að einhvern veginn komast af. Já. En varðan, sko krísarnir, það er kannski svolítið annað mál, ég veit ekki hvort að það er einhvers konar seinni tíma músík sko, hérna krísarnir, af því að sagan hans Jóhums, hvað heit hann, Eggertsson, af krísunum, að þar er hann að fjalla kristna menn, en það er náttúrulega enga líkur á því að menn hafi verið kristnir hérna fyrir kristspurð. Nei, en kannski að þeir hafi komið seinna. Já, þeir gætu hafa komið seinna, sko, ég hefði alveg
áhuga að vita hvort að hér hafi verið byggð og menn hafi síðan bara flutt í burtu eða hreinlega bara dregist uppi eftir að fimbulvetur kemur. Þetta er nú bara eila sama skýringu með Grænland, engin veit hvað gerðist fyrir þá sem námu land þar, af hverju hurfa allir. Já, mér finnst nú eiginlega líklegast að grænlendingar, hinnir upprunalegu grænlendingar sem eru frá Íslandi og Noregi, Já, þeir hafa bara flutt í burtu, sko. já það er líklegast, Já, en hvert fór þeir? þeir gætu hafa farið bara hvert sem kannski fóruðu bara til Kanada, þú veist. Já. Mér finnst til dæmis að hérna, að því ég hef svolítið verið með Indjánum sem búa í hérna norðurhluta New York ríkis og svo hinum megin Kanada megin. Og það er athyglisvert að þar byggðu menn, þar voru hérna, minna hafi verið Iroquois Indjánar, þeir byggðu langhús, alveg eins og við gerðum, eða norrænum gerðum. Já, og þannig að þeir voru með langhús og ég velt fyrir mig, sko, lærðu þeir það af húsagerð þeirra sem komu, eins og Leifi eða einhverjum öðrum sem byggðu hús. Það er alveg... Eða hvaðan lærðir, af því þeir eru í rauninni þeir einu sem ég veit sem stunduðu þess háttar húsagerð og með eld í miðjunni og elduninni og það er náttúrulega varð kalt þarna á veturna. Já, það er bara atriði sem er alveg vert að velta fyrir sér og skoða. Svo sko síðan ef maður fyrir að hugsa það, sko, hafi verið hérna fólk og það er bara, ef þetta er rétt sem að kemur fram hjá Píþeasi frá Marsalaborg, að hér hafi verið fólk og það hefði jafnvel verið að þreskja kornin í skemmum vegna þess að það var ekki nógu hérna sólríkt hérna og það rigndi of oft til þess að kornið næði að þorna eftir að það var skorið. Já. Að þá eru nú ekki skrælingjar sem hafa verið hér, sko, þá hefur verið eitthvað svona ákveðið svona menningar og tækni þekkingar stig hér, en spurningin er bara hvaðan kom fólkið sem var hér og sko ég sá umfjöllun á RÚV fimbulvetur og þar var minnst á hérna það að Norðmenn og Svíar hafi verið afbragðsfærir gullsmiðir og járnsmiðir. Já. Fram að fimbulvetri og eftir fimbulvetur, sko fimbulvetur hefur leikið Skandinavíu mjög grátt, það er alveg örugt, því að eftir fimbulvetur þá glatast þessi þekking og þeir öðlast hann ekki aftur fyrir 1000 árum seinna. Það er náttúrulega verið orðið sem ekki mannfall. Já, og svo líka á þessum tíma að þá er fólk svona, það verður svona rosalegir erfiðleikar, það sem að bara ímyndar, það kemur ekki sumar, það er ekki til að borða, búfénaðurinn drefst og fólk bara deyr úr hungri og þeir fara að blóta guðunum og ekkert gerist, bara næsta ár kemur ekkert sumar heldur og það sést ekki til sólar, ég meina, þú veist, meira að segja í dag, ef þetta myndi gerast í dag, fólk myndi vera hrætt, sko, getur ímyndaðir á þessum tíma hvað fólk hefur orðið rosalega óttaslegið þegar að verður eitthvað svona. Ja. Þannig að þú veist, þeir eru búin að prófa að blóta guðunum og ekkert dugir og þá náttúrulega snúa þeir sér að kónginum og aðlinum og þeim stéttum sem að bera upp í rauninni menninguna, þeir sem eiga peninga og hafa efni á að borga fyrir, þú veist, að láta búa til muni og skrifa bækur og svo leiðis. Þannig að það sem gerist oft þegar að harðnar í ári er að fólk
uh, ræðst á kónginn og elítun og segir þetta sé þeim að kenna. Já, Já, þú veist, þetta gæti hafa gerst á Norðurlöndunum og það sem að gerist í framhaldinu er að bara eftir fimbulvetur að þá er bara 200 ár á Norðurlöndunum það sem að er bara gat í sögunni. Sem sagt, það finnast næstu engar minjar eða neitt frá þessum tíma sem er bara vísbending að hérna, fólk hafi bara dottið aftur á steinöld, sko. já, já, Eftir þessar hörmungar, ég meina fyrst er þessu kuldi og dýrin öll deyja og svona svo enda með því að svartidauði kemur, skilur. Þetta hefur verið algjör hryllingur, sko. já, mjög svo, já. Og, Það er eiginlega meir hryllingur en orðfá lýst. já, og þannig að og þannig ég er að hugsa, sko, ef að Norðmenn og Svíar voru fyrir fimbulvetur með svona hátt menningastig að þeir voru bara einhverju bestu gull og járnsmiðir í heimi, þá eru nú alveg einhverja líkur á að þeir hafi getað siglt hingað til Íslands ef þá syndist, skiluru. Já, Þannig það er ekki, sko, jafnvel þó að sumir vilji segja að fólk sem var hérna áður hafi verið frá Írlandi, það getur vel verið, en það er ekkert útilokað að það hafi bara verið frá fleiri stöðum, skiluru. já, já. Þetta er náttúrulega þessi ósvaraða spurning. En hérna Píþas, hann fer dálítið óvanalega leið til að komast út af Atlantshafinu. Já, hann fór sem sagt, til þess að fólk átti sig á því hvað er langt síðan þetta var. Já, Að fá hérna sem sagt Marsalaborg, hann er frá Marsalaborg eða Massalíu sem er kallað Marseille í dag í Frakklandi og á þessum tíma þá var hann grískur og Rómaveldi og Grikkland og Grikkir voru bara hluti af Rómaveldi þá já, já, og þessi hluti af Frakklandi líka. Þannig að hann kemst ekki út á Atlantshafið af því að hérna Gíbraltarsundið er lokað, sem sagt Róm átti í deilum við Karþagómenn og Karþagómenn lokuðu sundinu þannig að Rómverjar komast ekki það. Þannig að hann fór yfir Frakkland og fór þannig, hann gat ekki siglt fyrir Spán. Hann þurfti að fara í gegnum Frakkland til þess að komast út á Atlantshafið. En já, sem sagt á þessum tíma þá voru Karþagómenn ennþá valdamiklir og Karþagaborg stóð enn uppi. Þannig að það er svona langt síðan þetta var og ef að þetta stemmir samkvæmt því sem hann greinir frá, að þá lítur út fyrir að á Íslandi hafi bara búið fullt af fólki sem átti gornskemmur og hérna bjó bara út allt land. já, hann sýnir bara 2 punkta þegar að leiðin er sýnd á þessu korti á Austurlandi og Norðausturlandi. Já, en sko við þurfum líka átt okkur á því að það er bara lítið að heimildum sem hafa varðveist, kannski koman á fleiri staði en þær bækur eru týndar, þú veist, eða frásögnin týnd. Þannig að hérna, þarna var bara eitthvað brot úr frásögn sem að hefur varðveist, þannig að við vitum það ekki, en ég er bara hérna að draga einhverjar glæfralegar ályktanir vegna þess að byggð á Annesjum, það þýðir að allar bestu jarðirnar eru byggðar fólki. Já, það er, sko, ef maður bara horfir á líkindin, já, að ef að búið er á Annesjum að þá hlýtur að vera einsveitirnar þegar uppdagnar. Já, það sem að bestu jarðirnar til að rækta korn og vera með búfénað en ekki í sólaleysinu á Austfjörðum og kuldanum sem getur verið þar, sérstaklega á veturna. Einmitt. Mér finnst þetta bara svo gaman að pæla í þessu. Já, líka sko, bestu fiskimiðin eru ekki einu sinni á Austfjörðum. Þau eru við Vestmannaeyjar og síðan inn á Breiðafjörð og Faxaflóa.
þannig að þú veist, fólk, þetta lætur mig draga þá glæfralegu ályktun Já, að landið hafi verið full numið já, og svo pakkað af fólki að það hafi meira að segja komið sér fyrir á Annesjum og Austfjörðum. já, já. Eins og ég segi, það getur alveg verið eins og hvað annað, sko. Og minnst þetta bara svo áhugavert að pæla í þessu. Sérstaklega svo í ljósi þessa sem að hann seinna skrifar hann Jókum og ég veit ekki á hvaða heimildum hann byggir það þetta með krísana en hann talar um að það hafi verið grískt fólk sem hafi komið hér og búið til þorp í kringum Krísuvík. Já, sko, ég fór að tengja þetta við sem sagt, sko, ég er náttúrulega alltaf að koma með einhverja geggjaðar kenningar. Ég ætla nú bara að leyfa mér það hérna að því að þetta er bara gert svona, já, við erum bara skemmt okkur hérna aðeins yfir þessu. Já, við erum að bara pæla. Já, það er hann hérna, sko, það er hann kirkjufaðurinn Jón Chrysostom. Hann er sem sagt grískur kirkjufaðir frá hérna sem sagt fæddur árið 347. Já, eftir Krist í þessu tilviki. Já, eftir Krist. Já. Og hann er mjög áhugaverður ef að menn nenna að lesa sér, það er nú auðvelt að fara bara á Wikipedia eða einhvert og lesa sér til hann. Sko, það getur vel verið sem sagt að fylgjendur hans hafi komið til Íslands. Já, áhugavert. Og já, sko, nú er þetta orðið svo flókið. Ég fór að lesa hérna fyrir nokkrum árum eða misserum bókina Galdrafárið í Evrópu. Já. Á bók. Já. Og þá fór ég að lesa hvað þetta snýst allt saman galdrafárið og þá komst ég að því að þetta snerist ekki mikið galdra, þetta snerist að útrýma frumkristnu fólki. Galdrafárið, það var náttúrulega ekki fyrir en seinna, sko, galdrafárið var miklu seinna en það var sem sagt á tímum upplýsingarinnar sem er dálítið merkilegt, menn áttu að vera svo upplýstir en samt einhvern veginn trúðir á galdra, mér finnst það alveg hlægilegt en allavega þá Og gerði ennþá, sko. Nei, ég er bara að segja að þessi upplýstu menn eins og, hvað hétt hann, Francis Bacon og þessi menn sem eiga að vera svo miklir hugsuðir að þeir voru kannski studdu galdra, brennur og annað og maður er bara svona, já, er þessi menn upplýstir en á sama tíma trúa þeir á galdra og galdranornir, þetta er alveg magnað, sko, hvað þetta er kjánalegt, sko, en þannig að ég fór að lesa mig til þetta og þá komst ég að því að hluti af ástæðinu var sem sagt að kaþólska kirkjan vildi treysta völd sín Hún hefur lengi viljað gera það. Tók upp á því að útrýma sem sagt katurum og fleira svona katarar voru í Suður-Fraklandi. Og essenar líka. Og essenar líka, þeir sem að fóru frá frá Ísrael á sínum tíma. Já, og þannig að þetta snerist mikið til það til að byrja með, en síðan þróaðist þetta yfir í það að sem sagt kaþólikkar og mótmælendur fóru að brenna hvern annan í stórum stíl. Það er að segja eftir að þeir voru búnir með hina frumkristnu og gyðingana og márana og alla þá sem að þeir vildu kasta á bálið. En allavega þá fannst mér þetta rosalega áhugavert og svo þegar ég rakst á þetta með krísana og svona ýmislegt úr Íslandssögunni vakna svona spurningar hvort að fólk hafi verið hér og hér hafi verið frumkristni menn
og hvort þeir hafi kallað sig sem sagt sko það er líka áhugavert hvað nafni Jón hefur verið ofsalega vinsælt á Íslandi gegnum aldirnar og Já, já. það hefur verið alveg bara nafn númer 1 í margar aldir En er það ekki tengt Jóhannesi skírara? Eða, það getur vel verið en ég fór strax að hugsa um þetta ég bara segi, ég er ekki að segja að hafi verið út af þessu neini, en ég já, er samt að segja þetta er svolítið athyglisvert já, og þú veist já, að því að Jónar sko, þetta er ekki bara nafnu Jón, Jónar er líka fólk úr Jónahafinu. já, já, það bætist við eins og það stendur, já, já. Já, þannig að þetta er allt Jónar hafa þeir verið, já, og svo já, kemur nafni Jón, já. Þannig þau gætu hafa komið yngar. já, þannig að sko ég veit ekki neitt, ég er bara rétt að byrja að skoða þetta en svona, já, þú veist, ég er bara er með svo lifandi ímyndunarafla, ég fer að svona prófa að horfa á þetta frá alls konar sjónarhörnum sem að mér dettur í hug. Já, en svo er fleira sem að mér finnst mjög athyglisvert og ég las líka hérna reisubók séra Ólafs man ekki hvað svona var sem að var sem sagt, var rænt í Tyrkjaráninu Já, og, og það var líka mjög athyglisvert sko, það sem ég fór að hugsa ef það er rétt að hér hafi verið fólk áður en að Ingólfur Arnarson og víkingarnir, svo kallar austmenn komið til Íslands, já, þá virðast hafa verið hérna vestmenn, ég menn annars ættum við ekki Vestmannaeyjar, skilur. já, ég skil, já. En það var nú verið að tala um að það væri nefnt eftir þrælunum sem að hefðu hann að sloppið út til Vestmannaeyja. Já, en voru þetta þrælar eða var þetta bara fólki sem bjó hérna áður en að þessi menn komu hingað? Það vitum við ekki, en það er margt að spá í sambandi við þetta, sko, en Vestmannaeyjar er náttúrulega eftir hvaða Vestmönnum er það nefnt, það vitum við ekki. Já, og þetta er allt saman mjög áhugavert og líka þegar ég komst að því sem þetta galdrar, þetta voru ekki galdrar, þetta var bara fólk sem að vildi ekki hlýða, skilur, og þetta var fólk sem að, já, vildi vera í beinu sambandi við Guð og Krist og almættið í sínum bænum og vildi ekki þurfa að hafa einhverja menn í hempum til þess að stýra því, sko, stýra sínu andlega lífi, sko. Og já, þetta fólk var tekið og brent fyrir guðlast og galdra. Þannig að þetta var náttúrulega bara svona, eins og maður segir á ensku, svona power grab, sko. Já, algjörlega, sko, algjörlega. Ég nýkom frá Mexíkó og það var náttúrulega, sko, þegar að Spánverjar voru komnir til Mexíkó, það þurfti náttúrulega kristna liði. Það vildi svo heppilega til. Já. Að það var frumbyggi sem talaði frumbyggjamál og mærinn frá Guadalupe birtist honum og sagði hér skal byggja kirkju. Já, einmitt, ég er nýbúin að vera að lesa þarna mærinn frá Guadalupe. Já, og þannig að þetta er sko hvaða betra afl var til og það að hún skildist hafa byrt frumbyggja. Þetta er bara aðal tilbeiðslan er ekki á Guð í Mexíkó, það er mærinn frá Guadalupe. Já, einmitt. Þannig að við erum að tala um sko en kaþólska kirkjan samþykki það. Og það var svo kom prestur til að vera með smá serimóníu þarna í kirkjun. Ég fór í kirkjuna þar sem sagt, er byggt, það var byggð ein kirkja, nú er búið að byggja aðra risastóra þar sem að 1000 manna koma á hverjum einasta degi og þar sem að klæðið með mærinni frá Guadalupe hangir upp yfir yfir altarinu og svo kom fram prestur til að vera með svona smá serimóni og ræðu og hann var svo hrumur að það þurfti að leiða hann fram
en valdinu skal haldið alveg sama hvað og svo mikið gull og svo miklar gersemar sem settar eru þarna inn í skreytingar og annað sem myndi hafa komið sér ofboðslega vel bara að hjálpa fólkinu í samfélaginu þarna. Já, 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 já. En Þá hefði kirkjan ekki sömu veld og hún hefur í dag. nei, en sko það vakti líka athygli mína að í öllum þessum hamagangi í Vestur-Evrópu að, að þá er sem sagt rétttrúnaða kirkjan tekur engan þátt í þessu. Nei, hún gerir það ekki. Og rétttrúnaða kirkjan virðist ekki hafa tekið neitt þátt í neinu svona ekki ykkur svona valdníðslu sko gagnvart fólki en ég veit það svo sem ekki, ég hef svo sem ekki skoðað það vel en eftir stendur þó að það er útlit fyrir að á Íslandi hafi verið kristni þegar að Ingólfur Arnarson og félagar byrja að koma hingað Já, og fólk hafi verið kristið hér og þess vegna sko þú veist að og það var ákveðin hluti af líka af landnámsmönnunum nýju, þeir voru kristnir, þeir höfðu tekið kristni eftir að hafa kristnast á öðrum byggðum sem sagt af því að Írar og fólk sem að bjó á þessum eyjum það var þegar orðið kristið og það er frumkristni af því að sko já, já. og það sem að mér þykir líka mjög áhugavert það er að schism, það sem er talað um þegar að kirkjan klofnar í rétttrúnaða kirkjuna og rómversku kirkjuna og það gerist held ég á prestaráðstefnu þessi stóru kirkjuþing sem var haldið árið 1054 og þá gerist þetta og hið sama ár í september að þá eru menn sendir til þess að drepa krísana. Ég skil. Já. Þarna er tengingin. Já, þannig að það hefur bara komið eitthvað boð, það hefur komið eitthvað boð það og sko krísarnir, þeir voru kristnir en eftir sem sagt, eftir að þetta gerist, að þá eru þeir allt í einu kallaði galdramenn og djöflar og það er greinilega því að þeir vildu ekki beygja sig undir kirkjuvaldið í Noregi. Já, sem sagt rómverska hlutan af kirkjunni. Já, sem að tegði sig hingað. Já, það hefur ábyggilega menn hafa verið svona að reyna að treysta völd sín og svona, þú veist, það hefur komið svona svolítið rót á allt saman eftir klofningin, sko. Og það er möguleiki að valdagráðugir menn upp á Íslandi hafi séð sér leik á borði til þess að nota þessar kirkjuskipanir eða þessi páfabréf eða hvaðina til þess að fara á eftir þeim sem að voru ennþá frumkristnir, sko. Já, já. Hvaða kolskeggur gæti hafa verið sá sem leiti? Þetta hefur verið sko væntanlega foringin í þessari aðför. Já, og það er líka áhugavert ef maður les kirkjuföðurinn, Jón Chrysostom, já. Að hann, heilagur Jón Chrysostom, hann var mjög andsnúinn valdníðslu. Hann var fylgjandi því að fólk væri frjálst. Já. Og hafi þessi menn eins og kolskeggur, hafi þeir verið fylgjendur þessa kirkjuföðurs, að þá, eða þú veist, þetta rímar einhvern veginn, finnst mér. Já.
Hvað finnst þér? Ég veit það ekki, eins og ég Nei, segi. sko, þú veist, þessi Kolskeggur þegar talað að hann hafi leitt aðförina að krísunum, eða hann talar það, Joachim Eggertsson, eða Skuggi, Nei, nei, Kolskeggur, hann var foringi grísana hann og var fóringi krísana, já, já, það er hann bjó í útskilja. Krýsuvík. Já, já, Þú já. veist líka, ef maður spáir í það, uh, bækurnar, bækurnar okkar, Allt sem hefur verið skrifað, það kemur að því að menn kunna skrifa sem voru já, hér. einmitt, það kunni Já, enginn í Svíþjóð og Noregi og Danmörku að skrifa bækur, nei, en Íslendingar kunnu að skrifa bækur. Og það var enginn að segja mig það og þeir hafa bara allt í einu ákveða að læra að skrifa. Auðvitað voru menn hérna sem kunnu að skrifa þegar að víkingarnir koma. Og það voru ekkert endilega bara prestar, sko. og þeir gerast skrifararnir. Þeir gera skrifararnir og samkvæmt því sem að Jochum skrifar þá að þá var þetta svona sagna, söngva og ljóðafólk Já, og og sem kunni greinilega að skrifa og þeir tókuð að sér samkvæmt honum og hann virðist hafa fundið einhver handrit þetta, tókuð að sér að þýða rúnaletrið yfir á latneskt letur. og héldu þotninu okkar og rúnuletrun. Já. Já, og já, ég aðeins að byrja að skoða bók sem hann skrifaði og gaf út 1948 sem heitir Brísingamenn Freyju og þar hann að gagnrýna sko Ara Fróða og Snorra Sturluson fyrir að fara rangt með ýmislegt og þar á meðal þýðinguna á K sem að því þetta var Krísingamenn Freyju, þetta var ekki Brísingamenn. Ég skil. Já, og þessum að þýðir henni gullmenn. Já. Og já, þannig að þetta er allt mjög áhugavert og það sem að mér langar að segja annað það að hafi verið þessi svokallaði krísa samkvæmt því sem að Joachim Eggertsson skrifar hafi þeir verið að mestu á Suður- og Suðvesturlandi og í landnámi Ingólfs og kölluðu eða Gullbringusýslunni að hér er Gullbringusýsla, hér eru Vestmannaeyjar, hér er Krýsuvík, Vífilsfell, það eru svona ýmis örnefni aðalega á þessu svæði sem virðast tengjast þessu fólki og hvað er búið að gerast? Það er alltaf eitthvað sem kemur fyrir fólk á þessu svæði. Það eru það koma ottomanar eða Tyrkjaráninu, hvert fara þeir? Þeir fara í Vestmannaeyjar og Grindavík. Krýsuvík eyðileggst, þetta átti að vera einn besta jörð landsins, hún eyðileggst í jarðeldum. Já. Það rennur svo mikið hraun á Reykjanesinu að fer allt land þarna undir, en rústirnar eru samt, skálarústirnar eru þarna og það virðast ekki vera rannsakaðar. En 2010 þá einhverjir skrattakollar sem fara og brenna Krýsuvíkurkirkju og hvað gerir svo? Akbraut í Holtum er brennd fyrir 2 árum síðan eitthvað slíks. Ok. Og ég veit ekki út af hverju það var, einhvers að þetta hefði verið æfing hjá slökkviliðinu og aðrir segja að draugur hafi kveikt í, sem að mér finnst nú ósennilegt. Já, frekar, já. En í Akbraut í Holtum eru kirkjurústir og hringlaga kirkjugarður. Það var maður sem ólst upp á Akbraut sem sendi mér myndir af þessum rústum. Já, sem enginn hefur náttúrulega sent. Sko það er alltaf verið að rannsaka eitthvað annað heldur en þetta. Það er eins og það sé einhvers konar
einhvers konar, það megi ekki skoða neitt. Það er bara eins og bara landnám hófst 830 og það má ekkert skoða neitt annað en það. Og fyrir því geta verið margar ástæður. Ég meina, ég er farin að hugsa að það séu svona einhverjar, hvað segir, svona geopólitískar ástæður vegna þess að sko hafi það verið þannig að hér voru einhverjir vestmenn og svo koma austmenn og austmenn eru víkingar að koma frá Noregi og þessum svæðum sem kallast í rauninni Norman Conquest. Já. Eða landvinningar, hvað var að segja, norðmanna eða norðanmanna og þeir sem sagt normannar, þeir voru mjög valdamiklir, þeir tóku yfir England og hluta af Frakklandi og sem sagt Duchy of Normandy er ennþá til. Og hvar er það? Það er á Ermarsundseyjum. Já, já. Og hvað er á Ermarsundseyjum? Nú, það er allir peningarnir. Já. Þeir eru þar að fela sig. Þeir eru þar að fela sig, þeir eru velgemdir þar, já. Já, þannig að þú veist, já, ég er að fljóta að já, svona sjá alls konar samhengi út úr hlutunum vegna þess að sko, það kom mér óvart þegar ég komst að því að Ermarsundseyjar eru ekki hluti af Bretlandi þó svo að það séu hluti af Commonwealth, þeir njóta bara sem sagt herverndar eða sem sagt eru varnarmálin eru sameiginleg með Bretlandi en að öðru leyti þá er þetta ennþá svona, hvað heitir þetta, svona furstadæmi eða jarl? Já, sennilega hefur það verið jarldæmi eitthvað, já, earldom, já, þannig að þetta er allt saman mjög skemmtilegt og ég fer svona veltaði fyrir mér að því að núna er það City of London og hugsanlega þessar Ermarsundseyjar sem að stjórna fjármálakerfum heimsins einhver leyti. Það er mjög miklu leyti. Og þess vegna sé bara sé það litið hornauga að það sé verið eitthvað efast það að þessir menn eigi hér full tilkall og engin annar sko. Já. Og öðrum stöðum líka. Já. Og þannig að það er mjög áhugavert að setja þetta í samhengi en þetta er bara eins og ég segi þú veist, þetta er bara svona pæling skilu, ég er náttúrulega ekki fræðimaður, ég er bara einhver miðaldra kona út í bæ sem er að velta þessu fyrir. Já, en það er sko fræðivenninni þeir fara ekki út í þetta vegna þess að það er búið að segja hvernig sagan á að vera. Já, og þeir fara ekki út fyrir það. Já, og þannig var búið að segja Ara fróða hvernig hann átti að skrifa sögunar, af því að þú veist, á Íslandi þegar var verið að skrifa bækurnar, sko, Hannes Hólmsteinn, hann hefur oft talað það að Íslendingar hafi verið stór efnaðir á miðöldum. Já. Hér var gríðamikil verslun og mikil velmegun og velmegunin var svo mikil að menn höfðu efni á að slátra 100 kálfum, súta skinnin og ráða skrifara. Og þegar þau eru búin að eyða svona miklu fé í að láta skrifa bækurnar, nú þá fara þeir ekkert að skrifa neitt annað heldur en sem að treystir þeirra völd og þeirra stöðu. Já. Þannig að þá, og hafi verið eitthvað annað fólk heldur en þegar Ingólfur Arnarson og þessi austmenn koma hingað, að þá er það bara skrifað út úr sögunni, af því að það bara hentar ekki þeirra hagsmunum og þau eru bara kölluð þrælar og galdramenn og eitthvað skilur. Já. Þannig að bara tímanna tá og líka valdadæmið, ég held það. Já, og svo er verið að reyna að segja manni það að kannski 50% þjóðarinnar hafi komið hingað á skipum sem þrælar. Ég meina, hafa menn skoðað þessi skip sem voru að koma hingað? Var pláss til þess að vera
flytja einhver reiðarinnar óskup af einhverjum þrælum hingað. Ég bara held ekki, sko. Ég held að menn hafi reynt að koma með skepnur og einhvern varning og jú, kannski hafa þeir tekið einn eða tvo stráka með sér. En ég held ekki að það hafi komið þrælar í það miklu magni að helmingur þjóðarinnar hafi verið, sko, þrælar sem hefur verið rænt annar staðar frá. Hins vegar er möguleiki að hér hafi verið fólk sem var gert að þrælum. Já, en svo náttúrulega líka allavega eins og fjallað í hérna bókinu hans, mann ekki hvað hann heitir í augnablikinu, sem skrifaði Geirmund Heljarskinn, Já, svarta vikingin, að þá náttúrulega tala hann bara að menn keyptu fólk. já, en það sem er áhugavert samt við Íslendinga er að Íslendingar, sko, ef að sem sagt, þrælarnir sem að voru hérna hjá íslenskum bændum og höfðingjum, ef þetta voru bara menn sem að hérna vissi ekki neitt og þú veist, voru bara einhvers konar lágstétta fólk, að þá hefðu þeir kannski ekki, þeir voru alltaf að frelsa þrælana sína, sem er svona vísbending það að þrælarnir hafi verið í það minnsta, já, vel gefnir og vel ættaðir og vel lesnir og þeir sjálfir. Sem að fullt af fólki sem kannski var tekið í nauðung var. Það er möguleiki, en það er líka bara möguleiki að hér hafi, sko, að hér hafi verið fólk sem var bara vel menntað. Já, og það hafi verið hneppt í þrældóminuru. Já, þau sem sagt voru bara tekin yfir og voru bara gerð að vinnufólki og húskörlum og hérna og svona og skrifurum greinilega. Já, þetta er mjög athyglisverð pæling, sko. Og hún alveg jafn mikið rétt að sér eins og allt annað, sko. Það er alveg ljóst. En það var náttúrulega allavega flestar heimildir fjalla þrælasöluna sem var í hérna að Dublin á sínum tíma og það er náttúrulega það ráða vikingar í 100 ár, sko. Já, og ég veist ekkert það að það hefur verið komið með eitthvað að þrælum hingað. Ég meina, ég ætla ekki að draga það í efa, en það er sem sagt, það er verið að sýna fram á sem sagt í þessum blóðflokka og erfðamódelum að hérna að mjög mikið af fólki hafi verið ættað frá sem sagt Írlandi, Skotlandi og eyjunum þarna. Já. Jafnvel alltaf helmingur eða meira jafnvel, og mér finnst bara sko, sjáðu bara eins og í Bandaríkjunum að þar var flutt inn mikið af þrælum og svörtum þrælum, en samt eru svartir í Bandaríkjunum eru bara eitthvað 16 eða 18% af öllum Bandaríkjumönnum. Þau eru ekki alveg helmingurinn, skilju. Þannig að mér þetta er rosalega undarlegt að þeir hefðu verið svo svona svakalega öflugir þrælasalar og þrælakaupendur að þeir hafi bara byggt upp landið að hálfu með þrælum. Mér finnst það mjög ólíklegt. Já, það var náttúrulega, já, hér meinarðu á Íslandi. Já, hér á Íslandi. Já, en það er aldrei að vita, en svo náttúrulega voru örglega, það var, klaustrin voru rænd. Og þá náttúrulega hlýtur að hljóta, eða af öllum getum hafa prestarnir verið teknir og þeir kunnu flestir að skrifa. Það er líka möguleiki, sko. Já. Ég er ekkert að segja að það sem að ég er að velta hérna upp sé eitthvað, þú veist, sé ykkur að staðir. Við erum bara að leika, já. Þetta er bara svona eitt sjónarhorn sem er alveg vert að skoða, þú veist. Já, við erum bara að leika okkur með þetta. Það er bara, mér finnst það alveg frábært. Ég segi bara, takk æðislega, halda endilega áfram að pæla og skoða. Og hérna, ég þakka bara fyrir spjallið í dag. Ég treysti því að við eigum eftir að hittast aftur og spjalla meira um þetta því mér finnst þetta svo áhugavert og sérstaklega þetta með skugga og annað þessa, þannig þessar bækur sem þú ert að vísa í og þessa vefsíðu, þú kannski sendir mér slóðina svo ég geti setta hérna undir þáttinn ef að fólk vil hérna fara að skoða það sjálft. Já, og það sem er svolítið magnað er að sko þessi vefsíða sem er að birta þannig brot eftir hann þetta er einhver svona göngu eða útivistarhópur hjá lögreglunni eða rannsókn.
Já, og þau eru búin að vera að labba svo mikið á Reykjanesi greinlega þegar bara stutt hérna frá bænum og gaman að labba þar og hérna hafa greinlega hérna verið að svipast eitthvað og séð ímislegt sem að gæti verið Já, áhugavert eða renni stóðum undir það sem að Skuggi eða Magnús Eggertsson heitir hann víst, var að skrifa sko. já, þetta er Já, bara ég skal gera það. afar ánægileg. Ég sé bara takk hérlega fyrir að vera með mér í dag og Já, takk takk ykkur, innilega fyrir að bjóða mér, mjög skemmtileg. og takk ykkur fyrir sem hlusti. Endilega smetli á like og subscribe fyrir þáttinn og deilið þessu sem víðast. Þetta eru pælingar um landið okkar. Takk fyrir í dag.